Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum fagnaði 20 ára afmæli í húsakynnum MSS í Krossmóa í síðustu viku. Einnig var 10 ára afmæli samvinnu starfsendurhæfingar fagnað. Fjöldi fólks mætti í afmælisfagnaðinn en tímamótana verður einnig minnst á afmælisárinu með skemmtilegum viðburðum. Núverandi og fyrrverandi forstöðumenn MSS héldu ræður og minntust upphafsárastofnunarinnar en reksturinn hófst í bakherbergi í húsnæði Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Suðurnesja Magasín Víkurfrétta settist niður með Guðjónu Sæmundsdóttur, forstöðukonu Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum og ræddi við hana líflegt starf MSS á þessum tímamótum. Og segðu mér aðeins frá starfseminni hérna í MSS. Hvað það að gera svona daglega? Daglega erum við svona skipuleggja nám, kannski svona helst. Við erum að skipuleggja nám fyrir ýmsa hópa. Bæði erum við með fylgta námsleiðum fyrir fólk sem vill að kannski koma tilbaka í skóla eftir langa tíma. Við erum með svona námsleiðir sem menntastóðir fyrir fólk sem svona að huga því að fara í háskólanám eða iðnnám og þar vantar undirstöðurnar. Við erum með aðra námsleið sem kannski tengist atvinnulífinu meira, ferðaþjónustunni fyrir fólk í leikskólum sem starfa með öldruðum og svo framvegis. Svo erum við náttúrulega með íslensku námskeið fyrir útlendinga og svo eru aðrir hópar eins og fullorðinsfræðsla fatlaðra. Þar erum við með þó nokkuð mörg námskeið á hverju ári þar sem bæði fyrir þá sem til dæmis skjólstæðingar í Björginni og svo líka sem eru svo hópar hér sem koma og þarna erum við með samning við Fjölmennt og svo erum við með tómstundanámskeið og tölvunámskeið, tungumálnámskeið. Það bara allt sem þetta í hug sko. Allt sem fólk vill fara í, það getur við sett af stað. Þið eru töluvert stóru rými hérna í Krossmóa og það ekki líf og fjör hérna allan daginn? Jú, það líf og fjör svona frá 8 á mótnana til svona 8-9 á kvöldin. Og jafnvel þó við séum í mjög stóru rými, við erum með alveg heila hæð fyrir okkur, að þá það yfirleitt fullt og við þurfum stundum að fara út í bæ með námskeiðin okkar. Þannig að þetta ekki eins og nóg alltaf, en það mikið líf og fjör. Þetta margir mismunandi hópar líka, það hópar eins og ég sagði áðan sem að koma í nám eftir langa tíma og svo eru aðrir sem eru bara í háskólanámi og koma hingað stundu til að sækja tíma í gegnum fjarfundabúnað eða koma bara til að læra saman í hópum eða taka próf. Þannig að það alltaf mikið líf og fjör og stundum eru háskólanemarnir hérna til langt yfir miðnætti til að læra saman. Þeir eru að fagna afmælinu ykkur í dag en þeir eru raun og veru búin að vera að fagna í allan vetur og ætlaði að halda áfram með það ekki. Hvað þið búin að vera að bjóða upp á og hvað ætlaði að bjóða upp á? Já, við ákveðum það að við vildum nota þetta tækifæri og fagna dálítið lengi og skila einhverju til samfélagsins því að miðstöðin var náttúrulega ekki til nema því að það eru bæði fjölmargir sem koma að þessu í stofnun og það var margir sem studdu miðstöðina í upphafi og svo náttúrulega var ekki til nema því að fólk kemur og að notfæra sér þá þjónustu sem til. Og við ákveðum bara og hugleitum aðeins hvað getum við gert til að skila tilbaka til samfélagsins og við ákveðum bjóða upp á fjölmarga viðburði og eftir svona hugmyndavinnu með starfsfólks þá ákveðum við að hafa hvern mánuð tengt ákveðnu þema. Og við byrjum í október og þá vorum við með þemað heilsa. Og það kannski tók dálítið með því heilsumánuðin í Reykjanesbæ. Svo var nóvember tileinkaður sjálfstrausti og desember var svona hugarró. Svo búin að vera fjölmenningamánuður núna í janúar og afmælishátíðin bara núna í febrúar og svo kemur apríl, það verður tileinkaður atvinnulífinu og meðal annars með ráðstefnu. Ég glemdi mars held ég, mars verður tileinkaður fjármálum. Og maí verður til einhver skapandi starfi. Og við erum svona að bjóða kannski upp á 2-3 viðburði í hverju mánuði og sem þá bara öllum opnir og allir geta komið og kostar ekki neitt. Og þeir hafa verið bara rosalega vel sóttir og það hafa núna fram til þessa milli 500 og 600 manns komið á þessa viðburði. Og ég held að fjölmannasti viðburðin var þegar við fengum Loga Geirs og hann var með erindi bara í sjálfstraustmánuðinum og þá voru held ég 130 manns.